búum í eldfjallarlandi, til þess að geta búið hér á öryggi, þá verðum við að þekkja og skilja náttúruna og eldfjöllin og til þess að gera það, þá þurfum við að nota alla þessa tækni og við þurfum að þróa hana áfram og það það sem við erum að gera hér. Lykillinn eiginlega samstarf, það að tengja saman aðila, alla sem hafa þekkingu á svona atburðum, umbrotum í jarðskorpunni og það reynst okkur Íslendingum mjög vel og það horft til þess á alþjóðavettvangi. Það fólk sem stendur í eldlínunni, til dæmis á Veðurstofunni í dag, margt þeirra, það menntað við Háskóla Íslands, hefur tekið þátt í því að þróa þær aðferðir sem framhaldsnemar eða gegnum samstarf eða í sínu námi. Háskólinn hefur leikið ákveðið hlutverk í því að mennta fólk en núna erum við líka komin í þá stöðu að það mikil þekking víða annar staðar og við erum að reyna að vinna sem best saman, til dæmis til að reyna að skilja þetta landris sem núna í gangi við Svartsengi. En til þess að þetta gerist þá þarf þessa menntastofnun sem háskólinn mennta- og rannsóknastofnun. Við eigum helstu sérfræðinga landsins í jarðefnafræði, ýmsum greinum, það sem kallað eðlisfræðin, eldfjallafræði og jöklafræði og allir þessir aðilar þurfa að koma að mismunandi atriðum, hvort við erum að tala atburði í Kötlu, í Vatnajökli eða núna á Reykjanesi. Kannski komið 1 milljón rúmmetrar í jarðskorpuna af nýrri kviku þarna við Svartsengi. Þetta hraun var eitt allra minnsta hraun sem við höfum nokkurn tímann séð. Þetta mjög lítið ef við tökum bara dæmigerð hraun þarna sem hafa komið upp á þessu svæði, þá þetta miklu minna en 1% af rúmmáli þeirra. Þannig að flest okkar höldum við nú kannski að það þurfi talsvert mikið að gerast áður en þetta nær til yfirborðs. Leið og við teljum okkur vita alveg hvernig eitthvað virkar, þá skiptir það bara aðeins gír og gerir aðeins öðruvísi, því að náttúran gríðarlega flókin. Það getur komið upp eldgos á Íslandi, verða undirbúin undir ákveðin svona slæmtilvik, en jafnframt vonast til að þetta hætti. Margir svona atburðir eins og við erum að sjá í dag, það hægir á, þess vegna þarf vöktun og hlutverk okkar í jarðvísindamönnum að reyna að skilja ferlið sem eiga sér stað.